Jæja, vorum við að koma hérna bílastæðið. Var pabbi að kaupa svona fínt dót handa þér? Við erum komin. Vá, Emilia. Það er fyrir næra. Baðherbergi hér. Styrsta. Vá, Emilia. Hér annað herbergi. Skapur. Vá, Emilia sér hér sem pabbi var að gefa þér. Það er annað baðherbergi. Eldhús og svo er hérna stofan og nei, ákveð ekki hér. Við erum að tala um það að barnið var að kveikja á sjónvarpinu. Kannski er bara einhver veitingastað hérna á það. 100%. Ég finn svona strandarlykt. Wow. Svona er að segja nei við póka og halda að maður komi öllu fyrir í kerfinu. Koma svo! Emilia er mjög lík með sinni þegar kemur að því að sitja óeðlilega við matarborðið. Nei, ekki taka sokkan af þér við matarborðið, það er ekki. Hárlos. Sú sem upplifir ekki hárlos eftir að hafa átt barn er mjög heppin af því að ég upplifði það mikið hárlos að það var bara út um allt og ég var bara að tína hár Emilíu og bara búið að flækja þetta var bara út um allt og ég fór rosalega mikið hárum að við þurftum bara það var bara út á gólf, þú veist, þú horfður á gólfið og það voru bara hár út um allt og þetta var alveg frekar hræðilegt og mér fannst þetta í alvörunni mjög erfitt að vera með svona mikið hárlos af því að ég sá bara hvað hárið mitt var þunnt og ég gat einhvern veginn aldrei verið með það slegið og mér fannst svona einhvern veginn eins og bara sæist allt svona að ég get ekki listi, ég er bara þig sem hafi upplifað hárlos, kannski skiljið en ég prófaði þetta sem hérna hárvítamín sem er frá New Nordic og þetta í alvörunni bjargaði mér. Ég er búin að nota núna í aðeins meira en hálft ár og ég er eiginlega bara að hissa hvað þetta hefur gert gott fyrir mig og hárið mitt. En þetta er náttúrulegt og New Nordic er alveg bara náttúrulegar vörur en þetta er til að hjálpa til við að viðhalda þykknina á hárinu og aukinn hárvöxt. Og ég fann það ótrúlega mikið að hárið mitt byrjaði að vaxa mun hraðar. Mér fannst alltaf ekki að skrýta, mér leiði svo að væri ekkert að gerast, ég sé enga mun, en það er alltaf bara af því að hárin eru að koma hérðan, fattiði. Það eru að koma ný hár hér og ég held að sé eitthvað bara 1 sentimetri eða hálfu sentimetri á mánuði sem að hárið vex, þú veist, það er ekkert mikið meira og maður á ekkert að sjá mun á einni nóttu. Þannig að það sé á hreinu. En núna eftir nokkra mánuði að prófa vöruna að þá, mér að segja, hárgreiðslukona mín var bara Arna, ertu að sjá þetta? Hún var alveg hissa að sjá hvað var mikið af nýjum hárum út um allt, bara hérna inn á milli allstaðar. Þú veist, þetta lesa bara aðeins þetta hérna fyrir ykkur. Hair Volume inniheldur náttúrulega vaxtarvakan Procyanidin 2, ég veit ekki hvað það er, sem unnin er úr eplum. Töflurnar næra rætur hársins með bíótíni sem hvetur hárvöxt og umfang hársins. Kopa sem hjálpar við að halda hárlit ásamt amínósýru sem kemur í veg fyrir hárþurrk og viðheldur áferð og þykkt hársins. Það er svo áhugavert. Það inniheldur einnig eplasafa, sink og þykkni úr hirsi sem er mikilvægt fyrir hárið og hefur það að markmið að gera það líflegra og fallegra. Það tekur 1 töflu á dag og með mat helst, guðmgóður, ég bara mun aldrei taka vítamín á tón og maga, ég hef gert það áður og það fór í klósettið. Mæli ótrúlega mikið með að þið prófið þetta ef þið eru upplifað hárlos
og bara eða ef þið viljið fá aðeins þykkara hár, bara aukinn hárvöxt og já, hafið bara í huga líka að þetta gerist ekki á einni nóttu, þetta tekur tíma að sjá mun, en þið munið klárlega að sjá mun. Þetta hefur verið unnið til verðlauna og allt sko, þetta er bara frábær vara. En takk fyrir að vinna með mér í þessu myndbandi og höldum áfram með Canary. Fekk mér ískaffi, Tómas fekk sér. Fórstu hérna til að drekka? Cappuccino. Hana til að drekka? Já. Nei. Caution required. Það vildi bara til pappi síns. Góðan pappa. Góðu? Jú, góðu. Nei, alls ekki borða. Ja, rolig. Og så... Hei! Wow! Hvað aðeins þetta? Ég man ekki, gerum við ekki svona? Ég man það ekki eftir. Brjálað að gera! Nei, ekki bara... Við erum að tala um það að það er erfitt að fara í búð þegar við erum svöng, en ég veit ekki, það er eitthvað annan level ef að barnið er svangt. Þú veist að gefa hann að borða bara í búðinni? Já, passa. Bless, já, bless. Er þetta góður háragötur? Já, og klára alveg allt. Lunch is served. Ég er búin að eyða öllum morgunum í að vinna og ég verð að segja að ég get alveg vannst þessu. Það getur eðlilega duðlega, ég er að gefa þér það. Takk. Nei, held ekki. Fórstu sundlega í það? Pabbi nam? Nei, hún er að safna fyrir barnið sitt. Pabbi nam? Hvað er það gengur það? Hvað er það? Hún tók kasta á okkur aðan, Tómas vildi útskýra hvernig það var, eða? Það var skipta liði sem nervi og þú veist hvað það þýðir. Það er ekki útskýra mér það. Já, það var ótrúlega gaman. Já, ertu með þetta? Pappa! Vá, ertu geimaði matið þarna? Já, má ég sjá. Vá! Hæ? Nei. Mamma kom að taka þig. Svolítið stórir. Nú erum við að fara á ströndina. Erum að fara á Amphi Beach sem er vist bara mjög falleg strönd. Erum við að fara á ströndina? Bílasjúka stelpa. Já, ég glemdi að segja í gær þegar hann tók hana tilfinninga útrásina sína á sundlega bakkanum. Þá var það út af því að það var annar krakki hana sem var með bíl, eða bíla. Og Emilia bara sá þá og ég og Tómas horfum hvort annað og vorum bara, ó nei. En ég veit ekki hvort það hafi verið það var líka bara, þú veist, henni var kalt
Hún er í lauginni og þreytt og svöng og þið vitið. En hún tekur svona kast örugglega aftur í dag á ströndinni og við þurfum bara að læra inn á þetta allt. Og ég og Tómas erum búin að taka fjölskyldufundi í dag og ræða hvernig við ætlum að taka á þessu. Maður verður að gera það, svo það verði engin pirringur. Af því að þú veist, það er hún sem er að upplifa allar þessar tilfinningar og við viljum ekki þurfa að vera einhvern veginn enda í einhverjum pirring af því að það er allt út um allt og þurfa að taka 100 töskur og vagnin og reyna að tala saman og þú veist, það er ekki hægt. Já, annar aðilinn tekur þetta á sig og röltir með hana og sýnir henni eitthvað skemmtilegt og svo þarf hún líka bara að fá að líða eins og henni líður og ekki alltaf að vera að sýna henni eitthvað annað og örfa örfun. Það er svolítið mikið sem við erum búin að gera, alltaf að reyna svona að trufla hana og sýna henni eitthvað annað. Stundum verður hann bara að fá að upplifa það að hann langaði að sjá hann bíl. Hún þarf ekki að sjá eitthvað annað. Já, þetta er pæling dagsins. Nú drífum við okkur standið. Þetta er svona hjartalaga eyja sem við vorum að fara yfir á núna. Þú veist, bara beint við hliðina á ströndinni. Og hér getur þetta röldaður bekkir, þetta bara löns. Svo held ég að þetta sé bar eða eitthvað. Kíkjum. Erum við að tala túristastað? Já. Það held ég. Hvað er það fyrir? Krakkar. Hvernig segir Emilía krakkar? Já. Meira. Nú er ég hrættur í alveg. Tómas. Í alveg að tala, haldi ég farið á flugvél og allt og hann það er bara, nú er ég hrættur. Léleg, ekki íta neitt Emilía. Yey, þú lifir þetta af! Wey! Veistu hvað það minnum á? Hvað minnir þetta á? Varstu þetta hérna þegar við vorum á Ítalíu og þetta staðurinn sem að það var bara svona upp í hæðinu. Það var svona svipað, skilur við, það er svipað gott borð. Ég veit ekkert hvort það er. Ég skal sýna það. Svo, ég skal sýna ykkur það hérna, hérna. 1, 2 og núna. Hæ? Emilía, þú vildir ekkert sofna? Ég labbaði eins og asni hérna út um allt. Upp og niður, fram og tilbaka, í hringi og... Hvað meinar eins og asni? Erstu það eins og bara Erstu svoleið? Já. Hún er eða ekki kjólinn sinni hérna. Nei, nei. Kissi með mér. Kissi með mér. Mér langar eiginlega ekki að stóra með mér. Nei, hún er mjög skítug. Ég myndi bara passa mig yfir þú, sko. Hún er líka með skeið, hún er til alls líkleg. Emilía, ekki stara. Bannað að stara. Emilía, veistu hvernig ég lærði að það væri bannað að stara? Fyrir oss 21. Ég borðaði mig. Nammi nam. Við erum að reyna að vera eitthvað næs út að borða. Þú ert að vera að hafa svo gaman að þessu vídeo að þú verður 18. Vá, og sko parmesan fyrir allar peningin. Laði henni gera svo. Hún vill meira, hún vill meira. Nam. Þú veist bita, þetta bita. Við vorum að segja við þjónarinn að við séum bara sósar yfir
þessu öllu saman. Hann fór að hlæja og sagði að ef þið þrífið þetta þá verður hann sáttur. Annars ekki. Ef við gera það? Já. Emilia, sjórinn! Vá. Það er duglega að borða matinn. Ekkert smá. Já. Mjá. Og viltu fara bara til, kissa? Ok. Nei. Mjá. Já. Sjö? Hún sé það. Hún er langar. Nei, hún veit ekki að tala þig. Hún er að þrífa sig. Já. Hvað ætlar þau? Hvað ertu búin að gera við gólfið hérna? Klósettpappírinn. Það er geggjað outfit. Mjög töff. Emilia, við erum að fara að sofa. Hendi. Þetta er gler. Opna. Búin að vakandi síðan klukkan 2:30. Klukkan er 8. Fyrir Lúlla. Svo gott krossa. Þú ert mig hér. Það mátti ekki vatn, sko. Það er ekki hvað sem er. Er það? Það er skrítið. Já. Tómas fór út með Emilíu án þess að taka snið og Emmi, þannig að hún á að vera sofandi núna en hún gat það ekki. Er það að sjá þetta tré? Vá! Þetta er bíbí. Vá! Og er það að sjá hennan kaffibolla? Já, takk. Hjá pappa. Nei. Þetta er eins og ekki. Herðu klifið köttur. Hvað er það að gera? Við erum inn að mæta á okkar uppáhalds. Einn. Very dugleg. Nei, Tómas, þú verður að smakka þetta. Nei! Oj. Emilia Birna, þetta er ekki lagið, sko. It's time. Emilia, hvað gerðist? Hún hitti ekki alveg með aðra hendina þegar hún var að skríða í sandinum. Var þetta Hún bara- lenti bara beint á andlitinu í sandinum, en hélt svo áfram að skríða, henni var alveg sama. Það var aðra Tómas að paranoia. Við fara heim. Bless! Helst við rætti í þetta. Jæja, þá er ferðinni haldið heim. Emil ætlar að keyra upp á völl, segi ég. Hún er sérst ekkert búin að sofa. Klukkan er orðin, held ég, 12:30 og hún er ekki sofnuð. Ekki búin að taka neitt úr. Þannig að ég vona að hún á að sofa lengi núna. Þannig að hún getur svo sofnað seinnipartinn í fluginu. Það verður bara að sofa núna, eða Já. ekki? Bíllinn, já. Herru, sjáumst á Íslandi. Bless. Takk fyrir að horfa á þetta myndband og sjáumst í næsta.
Ekki gleyma að likea og kommenta og subscribe.